Komið sæl. Þetta þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Á föstudeginum hvaða mánaðardagur í dag? 22. janúar og við erum hérna 3 á svona föstudagsrabbi. Ég, María Pétursdóttir, Bára Halldórsdóttir og Margrét Lilja Arnardóttir. Sælastelpur. Halló, loksins að langt síður sá mig, ég veit það. Já. Það fólk minn geðveikt, ekki? Örugglega allir búin að sakna þín alveg geðveikt að skjánum, Bára. Alveg örugglega. Lilja erum búin að vera sjást aðeins eins og en já. Við erum svo sýnilegar. Við erum svo sýnilegar, já. Hvað hérna, ef við bara byrjum á að fara eins hring, bara byrjum á þér, Bára, því að það er svo langt síðan þú sést, hvernig hefur það? Hvað ertu búin að vera? Ég hef það alveg ágætlega skýrt. Ég hvað er að byrja? Ég er búin að vera bara ótrúlega veik. Það er eitthvað að kortisol levelum í líkamanum hjá mér. Þeir reyndu að breyta einhverjum sterum. Þá misti ég hæfileikana til að labba og nota aðra hendina. Það er bara búið að fara allt haustið hjá mér í það að reyna að afstilla mig úr ónefið. Við tókum stýrikerfi greinilega allt úr sambandi yfir í það að núna er ég sem sagt stýrikerfið er í lagi en verkjastilli systemið er algjörlega dáið. Þannig að ég brosi gegnum tárin sko eins og það stendur. Er þá ekki hægt að einhvern veginn verkjastilla þig? Jú, það bara þyrfti að gera það upp á spítala og það er ekki pláss fyrir svona pakkinu sem mig upp á spítala núna. Já. Þannig að þú ert þarna en þú ert bara heima að þjást voðalega mikið. Já, ég labba meir en 4 skref þá fer sem sagt með mín að stað eins og einhver hafi stungið hníf í hana og svo fylgir því bara ágætis kringum sem sagt ágætis atburðarás, þannig að eina lausnin sem ég hef haft núna ég fór 3 sömu vikunum upp á spítala sem 2 vikunum fyrir ekki var lögð inn 2 og hent út eins hratt eins og hægt var og núna þá meika ég ekki að fara upp á spítala því ég meika ekki vonbrigðin við að vera hent út aftur einhvern veginn. Þannig að ég hangi bara heima á hæstu verkjastilli möguleikum sem ég get, sem ég má minni ég, á meðan heimilislæknir minn og vonandi sérfræðingurinn minn er að reyna að finna eitthvað út úr því að eitthvað sé hægt að gera fyrir mig og þessi hæsti verkjalyfjaskammtur sem ég er á hann heldur mér í einhverju sem að ég held að flest venjulegt fólk myndi setja þetta í svona 7-8 einhvers staðar. Og Það var skalanum 1 til 10 mennarðu? Já, svona, ég meina Þessu slæmt er það? Já, en ég næ samt að tróða mér einhvern veginn að fætur á og til og eitthvað og grenja sem sjaldnast. Já. Hvað segir þú, Margrét Lilja? Ég bara, ég fekk skilaboð núna í seinustu viku það að það er ekkert meira sem að meltingalæknirinn minn getur gert fyrir mig, þannig að nú er ég bara flakkandi á milli að fara til skurðlæknis og alls konar eitthvað svona vesen. Það er gaman að fá þessi skilaboð frá heilbrigðiskerfinu að það sé ekkert hægt að gera. Þú sést bara ólæknanleg. Já, og svo er ég búin að vera að pirra mig alveg óstjórnlega á því að til þess að fá NPA-samning að þá þarf ég að fara í það sem heitir SÍS-mat og pirra mig óstjórnlega á því. Við ætlum aðeins að ræða það á eftir. En þú, María? Heyrðu, ég bara er búin að vera frík út á myrkrinu hérna. Sem er samt núna aðeins einhvern veginn farið að rofa til. Og janúar er yfirleitt svona versti mánuður minn og ég er yfirleitt bara, líður eins og ég bara vilji skríða inn í helli og sofa af mér, janúar og jafnvel febrúar. Þannig að
Þannig að ég alveg búin að vera að reyna að berjast á móti og svo var ég orðin svo léleg í, sko, ég átti orðið bara ofboðslega erfitt með að labba stiga af því ég var með svo mikla lömun í fótunum og ég bara að glíma með svo mikinn dofa líka núna, þannig að ég er í svona mótþróa kasti þó að því ég held líka að í COVID-inu þegar maður er búin að vera bara sitjandi rosalega mikið sem að var kannski ekki staðan hjá mér, ég var ekkert ég var ekkert eitthvað alltaf sitjandi við tölvu, já ég var mikið meira á ferðinni og bara sá hreyfanleiki, bara það að sitja á einhverjum skrifborðsstól, sko ég er með til dæmis núna, ég held ég sé með 5 skrifborðsstóla inni hjá mér og að því að ég er alltaf að testa nýjan skrifborðsstól, ég er alltaf að kaupa einhverja gamla á Sorpu eða úr góðu hirðunum til að prófa og svo kom faðir minn með, það var verið að skipta í vinnunni hjá honum og hann kom með 2 til þess að lega mér að prófa og þannig að ég er með alveg svona raunu af skrifborðsstólum út úr stofunni og fram. Hefur einhvern rétt á bara einhvern svona sérstóli einhverjum? Herri, takk fyrir að minna mig á það Bára, því ég hef alveg rétt á því, sko, og ég er búin að ætla að sækja sko vinnustól alveg svolítið lengi og ég gleymi þessu alltaf. En auðvitað á ég rétt á því og þetta er sko, ég held að partur af þessari mátmengun og í fótunum á mér sé vegna þess að maður hreyfir sig minna og maður er minna á ferðinni. Þannig að ég er núna búin að vera á mission, á svona leikfimi-mission. Það er alveg svona típiskur janúar. Það mætti halda að ég væri sko komin í megrunina eða eitthvað svoleiðis. Eða átakið alveg bara já, nú er janúar. Það er tilbúin í gangi örugglega núna, hvort þannig þetta er rétt tími. Ég er ekkert að fara neitt eða kaupa neitt tilbúið að gera neitt. Eina sem ég er að gera er að gera leikfimi og það er sem betur fyrir, það er alveg frábært projekt hjá MS samtökunum núna, það er svona, hefur verið milli jól og nýjárs og núna, að það heitir MS þrek og er bara live eða hópur sem að maður getur bara fylgst með live streymi af leikfimi. Vá, frábært. Sem maður getur bara gert heim í stofu hjá sér, bara með stól og með einhverjar, teygjur og bönd og af vopni og eitthvað. Ef maður á það, eða bara tusku eða eitthvað, skilur. Þannig að það er búið að vera alveg frábært og ég hef aldrei tímann í úthald út í heilan svoleiðis þátt en ég ger alltaf einhvern veginn svona kannski 1/3 eða hálfan og svo ger ég mitt sem að mínar æfingar sem ég veit eru góða fyrir mig. Já. Þannig að ég er að reyna einhvern veginn að rífa mig upp. Ég er í svona heimareykjalundi. Ég er svo mikið að vona að Grensáslaug fara að opna stabílt og að því að það var lögð niður sundleikfiminu mín einhvern tímann í miðju COVID og þar hafa nú verið að hittast konurnar sem við vorum saman í sundleikfimi einhvern tímann svona inn á milli en ég get nefnilega ekki gert æfingar nema bara í heitu vatni og þetta er eini valmöguleikurinn minn sko. Já. Og ég má ekki fara ein stund, ég þarf alltaf að hafa einhvern með mér og ég fæ ekki liðveislu til að fara með mér og ég er bara pirruð yfir þessu öllu saman kemur það. Já, ég er svolítið öfugt því ég bara verði eins og gúmmi í mjög heitu vatni sko. Ég er bara og hita og ef það er of heitt eða ég fæ hita eða eitthvað þá er ég bara algjör gúmmi í fótunum. Og þess vegna á ég erfitt með sund sko, ég bara þarf að styðja mig við allt þegar ég kem upp úr sko því að þá er ég bara svo lein. Dofinn svo mikil. Þótt þú farið bara í laugina? Já, jafnvel þó ég farið bara í laugina. Þannig að þetta er svo skrítið, það er eins og, sko, en svo að þegar ég er í heitu lofti, þá mýkist ég öll upp og fæ aukinn kraft, en í heitu vatni það er alveg versta. Það er mjög spes. Þannig að það er svo að hafa önnur áhrif á dofan. En já,
hérna, ef að við förum aðeins í næsta mál, en okkur svona beint, Margrét Lilja, þið langaði að tala um SÍS-matið. Ó já. Segðu aðeins áhorfendum út af hvað það gengur. SÍS-mat, það er sem sagt mat sem að ríkið fer fram á að er gert til þess að borga sveitarfélaginu úr jöfnunarsjóði til þess að maður getur fengið NPA-þjónustu, eða sem sagt NPA-samning. Ég er eins og með beingreiðslusamning og sem að verður vonandi að NPA-samningi, en til þess þarf ég að fara í þetta mat. Og ég áttaði mig ekki á því að þetta mat, að það gengur víst út á það að það sé tala við þjónustu veitanda og notandan. Og ég er búin að vera að pirra mig óstjórnlega á þessu, þar sem að það er ætlast til þess að þeir ætla að tala við aðstofafólki mitt mig og mínar þarfir og annað sem að ég er bara fullfær að tjá mig á eigin spýtur. Og þannig að ég er bara búin að vera, ágætlega hár blóðþrýstingurinn hérna út af þessu máli, þar sem að mitt aðstofafólk náttúrulega bundið trúnaði og hefur engan faglegan bakgrunn til að tjá sig mínar þarfir eða annað sem að snýrað mér, sko. En þetta er víst eitthvað sem þeir fara fram á en ég ætla að standa á móti því, þar sem þetta er náttúrulega bara algjört rugl. Þetta er bara algjört rugl. Þetta er eitthvað sem bara verður að breyta. Já, ég mitt sendi á tengileiði minn og spurði hvort það væri í alvörunni hluti af þessum prósess að trúa ekki fötluðu fólki, heldur þurfa að heyra frá þeim sem eru ófatlaðir til þess að taka mark á því. Og svarið sem ég fékk á því var bara beit tengileiður við manneskjuna hjá greiningamiðstöðinni, þar sem hún lagði ekki í þetta. Það er ekki einu sem verið að tala við, sko, þetta er ekki spurning að tala við lækniðin einu sinni, þetta er bara spurning að tala við fólki sem vinnur fyrir þig. Þetta er fáránlegt, trúnaðarbrot. Ég nefnilega, sko, er einmitt í biðröð, ég sótti beingreiðslusamning, en hún var hafnað þeim grundvelli að ég, þeir sóttu mig aðeins svo marga félagslega tíma í aðstoð því ég er svo félagslega hæf, sjáðu til. Sem að byggja semst að því að ég er semst svo góð í að eiga samskipti við fólk. Góð í að tala bara um. Já, vandamálið er bara að það er svo erfitt að tala við fólk þegar það kemur ekki inn í svefnherbergið mitt. Þannig að mér vantaði semst félagslega aðstöðu til þess að fara og hitta fólk eða fara og horfa á hluti, fara á safn, gera eitthvað, skilurðu, whatever. En allan að SÍS-matið er eitthvað sem þeir segja alltaf í hvers skipti sem ég tala við á. Þá segja þær, já, en þú þarfst að fara í þetta SÍS-mat. Og ég segi, það er ekki búið að hringja mig. Boða mig í þetta SÍS-mat. Og það er líka búið að segja mér, ég þurfi ekki að fara í það. Já, en þú þarfst að fara í þetta SÍS-mat. Ég er bara, ok. Og svo skilst mér þetta SÍS-mat sé bara basically miðað við, sem sagt, bara beint miðað við svona almenna rétta, það sem fólk sér sem fatlað fólk. Sem sagt, í hjólastól, mikil kannski andleg þjónustu þörf, allt þetta dótari. Og fólk eins og ég sem er vel statt og allt þetta, kemur alveg fáránlega illa út úr þessu SÍS-mati. Þetta bara, af því það er eins og að búa til könnun matvælaeftirlit og ætla að tjekka byggingastatusa út frá því, skilur. Þetta er bara ekki, þau virkar ekki saman. Hvernig, Margrét, þú hefur vantlega farið í svona mat áður eða hvað? Nei, þetta verður fyrsta skipti sem þú farið. Það er nefnilega mismunandi á milli sveitarfélaga hvenær þeir fara fram á þetta SÍS-mat. Allavega í Garðabæ þá er ég búin að vera með beingreiðslusamning í meira en ár núna og er loks komið að mér í þetta SÍS-mat. Og þetta er, sem sagt, en já, eins og í Reykjavík er þetta öðruvísi og það er engin svona, hvað maður segja, samhæfing á milli sveitarfélagana hvenær þeir fara fram á þessi ýmislegu
sem sagt, möt og annað. Ég hef líka bara sagt það í Reykjavík að það er bara ekkert í boði að sækja með NPA þar núna. Var þér sagt það? Hún sagði var það þér er bara ekki verið að veita neina NPA-samninga núna. Nei, var þér sagt þetta hjá borginni, þegar þú talaði við borginni? Þjónustufulltrúinn minn sagði mér þetta, ég baði hann að fá svarið á pappír. Já. Það er eins og þeir ætla að reyna að fá, þeir sé að reyna að vinna í því að fá ríki til þess að setja meiri pening og meðan sé ekkert gert eða eitthvað. Þeir eru að reyna að breyta einhverjum forsendum eða eitthvað og það er eins og meðan sé bara ekkert gert. Þetta er rosalega furðulegt. Erum við ekki líka í keppni við starfsgetumats pælingar líka? Nei, ég held að ekki hvað þetta varðar. Er það ekki þarna líka? Nei. Jæja. Nei, þetta er kannski svona, en það er samt, skilur, það er verið að reyna náttúrulega bara halda örugglega, þú veist, líka öllu fjármagni í skefjum og fólk er ekki fá ná mikla þjónustu heim heldur, sko, því alveg óháð NPA, fólk getur sótt NPA og þá getur að ráða sitt sínu starfsfólki sjálft og annað, en þú veist, þú getur líka verið bara, þú veist, á náttúrulega með þjónustusamning og þú verið að fá þjónustu heim á annan máta. Og ég réttu pendi hérna. Já. Staðan mín er einmitt nákvæmlega þessi. Ég er með metnað 36 tíma í frekari og liðvörslu. Já. Ég er að fá 20 af þeim, af því að það fæst ekki fólk í liðvörslu af því að það er svo illa borgað og af því að skipulagið heldur því ekki uppi. Ég á rétt á 26 tímum í viðbót í ýmsum öðrum hlutum og það verið að reyna að koma á stað heimahjúkrun hjá mér. Það þarf að bíða eitthvað smávegis af því þeir eru að bíða eftir einhverju starfsfólki og ég er semst að fá sko 10% eða eitthvað, ég veit ekki. Það er svo margt sem ég á að fá og búast tilgreina en svo er það bara ekkert verið að gera það. Nei, einmitt, nákvæmlega. Og þetta er einmitt sko því partur einmitt, það er verið að veita liðveislu fyrir þá sem að kannski þurfa ekki aðstoð við að fara á klóstið eða eitthvað svoleiðis. Nei. En svo þegar það er orðið svona annars konar þörf að þá er það orðið heimahjúkrun. Skilur það sem er það fiska? Liðveisla og frekari liðveisla. Og liðveisla er svona, þú veist, á erfitt með að sinna félagslegum þörfum, fara með henni á kaffihús, tengina við heiminn, allt svolítið. Frekari liðveisla er það sem ég er með mest, sem er meira svona hjálpa til við að gera heimilistörf og svoleiðis og svolítið svona eins og einhver hluti af beingreiðslusamningnum er. Okay. En það er bara það fáir tímar að ég meina, ok, ég skal bara vera og vanþakklátt og segja bara, þeir sýna mig bara hver mikið meira ég þarf. Og svo sem sagt, eru þau að reyna að setja heimahjúkrun inn í þetta svo að tíminn sem ég er með frekari liðvörsluna nýtist betur af því að það tekur 3 klukkutíma fyrir mig frá því að hún mætir og lætur mig fá lyfin mín að vera orðin eitthvað smá funksjónal. Og þá er hún að leiðinni heim, þannig að hún getur gert hluti en ég get ekki verið viðstödd. Já, eða tekið þátt í einmitt. Hvað hérna? Skilaboð fyrir bara, getur við gert þetta á morgun ef ég er ekki með meðvitund, ok, bye. Já, einmitt. Og þetta er svolítið flókið, einmitt, hvernig, já, þessu púsla saman. Hvernig, Margrét, þú ert með beingreiðslusamning. Hvernig virkar hann? Ég meina, þú getur ekki þá samt að ráðist þitt starfsfólk eða hvað? Jú, þetta er bara eiginlega eins og NPA-samningur og ég er með í gegnum NPA-miðstöðina til að, ég fæ þau bara til að sjá öll launamál og starfsmannamál. Já, þau geta gert það þó þetta sé ekki NPA-samningur. Já, þau taka við beingreiðslusamningum líka út af því að það er svo margir sem er einmitt með beingreiðslusamning að bíða eftir að fá NPA-samning. Þannig að, en munurinn þarna á er að það er sem sagt í beingreiðslusamning að þá er ekkert svona 10% af upphæðinni fer í starfsmannakostnað og annað, þannig að ég þarf að standa fyrir allan starfsmannakostnað sjálf. En ef ég er með NPA-samning að þá er það dekkað
Já, einmitt. Þannig að það svona helsti munurinn Já, á þessum tveimur, sko. Þannig að það er náttúrulega miklu hagstæðara að vera með NPA heldur en að þurfa að vera að borga kaffi og eitthvað svona sem að fólk fær á vinnustöðum. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona, mér finnst bara leiðilegast að sjá einmitt þetta misræmi á milli sveitarfélagana og að maður er einhvern veginn svona heppinn að búa í réttu sveitafélagi. Já, sem eru alveg út í hró og hött, sko. Það fyndnasta í þessu öllu saman er það að þú ert í Garðabæ, segirðu? Já. Ok, því þeir nefnilega hafa svona af minni reynslu einmitt staðið sig sem verst í öllum svona réttinda og félagslegum málum. Þannig ég er alltaf bara, Garðabæ standa sig vel í einhverju, hvað bara, Þeir eru búin að vera að standa sig mjög vel núna, finnst mér allavega í mínu tilviki að þá er þetta búin að vera að standa sig bara mjög vel og eiga hrós skilið og þegar ég fékk beingreiðslusamninginn hann fyrir rétt rúma ári síðan að það mitt komið heim til mín og spurði bara hvað þarftu? Og ég bara sagði það og fékk það. Já. En það er náttúrulega ekki allir sem hafa verið jafn heppnir og ég veit ekki alveg svona hvernig það er en mér finnst þér allavega búin að vera að standa sig mjög vel svona í mörgum málum undanfarið, sko. Ertu frændans Bjarnar Ben eða eitthvað? Nei, þarna komst í gegnum mig, þarna sást í gegnum mig. Nú fæ ég alla í einhver skilabúðum bara. Já. En það, svo er það, svo er maður að heyra um þetta fólki sem bara er að flytja, frá, Reykjavík til Kópavogs eða eitthvað og er að fá bara allt í einu bara, einhverju 20%, eða ég ætla ekki að fullera hvað mikið, einhverju minni þjónustu eða lægri upphæð eða eitthvað, skiljiði. Þannig að þetta er alveg náttúrulega agalegt. Ég náttúrulega... Þessi sem þarf betri íbúðir, það þorir ekki að flytja út fyrir sveitarfélagið sitt, af því það veit að það þarf að endursemja allt dótaríð frá nulli þegar kemur þegar það fer annað. Já. Einmitt það sem ég ætla að segja, sem að maður svona náttúrulega vill geta spara sem mest á húsnæði fyrir svipuð gæði en náttúrulega bara möguleikarnir eru engir þegar maður þorir ekki að flytja út fyrir sveitarfélagi, sko. Því ég veit að ef ég flyt til Reykjavíkur til dæmis þá missi ég allt. Þá get ég alveg gleymt í að fá NPA-samning eða annað, sko. Já. Þá sko, þú missir ekki húsnæðið bara, af einhverjum orsökum, skilur. Skal maður bara punga út þessum 200.000 krónum í leigu og bara sætta sig við það. Ég vil þakka foreldrum mínum og forsjóninni að hafa hjálpað mér að kaupa yfir mig íbúð rétt fyrir kreppu í gamla daga og ég þarf ekki að vera á leigumarkaði. Amen. Þetta er rosalegt. Ef foreldrar mínu hefði ekki í gegnum alla mína ævi sponsorað barnið mitt og hjálpað mér með þau eru að verða ég man ekki eins og hvað er gömul af því ég er nú svo ótrúlega frábær en þau eru eitthvað rúmlega 70 og þeirra líf er ennþá snúast það að fjármagna 45 ára dóttur sína, hvers konar kjaftaði það? Já, þetta er þannig og oft á tíðum náttúrulega bara, ég meina, það er sama hjá mér, ég meina, ég er bara sponsuð á suman hátt af mínum foreldrum líka, ég meina, og bara ég meina, ég tala við, ég á vini sem eru sko eldri en ég, skilur, sem eru komnir yfir 50, sem eru sponsaðir af foreldrum sinum, svo það segja bara, ég geti þetta ekki, ég geti þetta ekki nema því að ég hef foreldra mína, og svo eru sumir sem hafa bara ekkert foreldra. Hafa ekki þetta spónus. Hafa ekki bakland? Nei, hafa ekki gott bakland. Það er bara, Það er einmitt fjárhagslegi feluleikurinn í þessu. Og pælið í líka núna, ég meina eins og allt þetta erlenda vinnuafl sem er hér, sem hefur ekki kannski sko fjölskyldur eða eitthvað bakland, og er búið að missa vinnu eða, og ég meina,
við veitum hvað gerist þar og þú ert atvinnulaus lengi líka, ég meina þá bara byrjar að missa starfsþrek og endar jafnvel á örorku. Jú, jú. Þannig að hérna, Svo líka bara sem er að fara að koma út úr COVID með örorku. já, Ég var bara að tala við manneski í gær sem var að lýsa fyrir mér ástandinu á frekar vel heilbrigðri konur sem er lítið eldri en ég samt sko, en samt skilurðu sem er núna bara, það bara poppar upp einhver nýr kvilla á hverjum degi hjá henni, hún veit ekki hvað hún er að gera. já. Jesús minn. En Ég ég- er búin að vera að heyra um eins og marga sem hafa verið að fá svona sama sjúkdóm og ég sem heiti dysautonomía eftir COVID sko. Eftir COVID, er það? Já, Ok. það sem að hjartslátturinn er bara í rugli og bara alls konar blóðþrýstingsföll og ég veit ekki hvað og hvað sko. Það er eitthvað sko ónæmis og leggstefunin á allan líkaminn á svo svipaða máta eins og þessi ónæmis sjúkdómar sem er kannski láni í óláni fyrir okkur ónæmissjúklingana en það er ekki svo ég óski þess að það komi þannig. Nei, Ég veit mögulega ekki höfum að við áskosa allar fyrir- vext af einhverjum vírus og þess vegna höfum við fengið þessa sjúkdóma sem við erum með. Já, ég er bara með gallaða foreldra. Já, en er þetta bara erfðafræðilegt? Já, Ok. það er Já. arfgengt. En þetta getur líka verið að ég En af því hafi að þú- verið bara en gallað af- eintak. Já, en af því að þú ert að segja núna sko að einhverjum sé að fá eftir COVID sko svona. Já, svona dysautonomía en það ekki sem kannski- sjúkdómur sem ég er með í grunninn sko. Ekki EDSL. Nei, ok. Nei, Nei, En þetta er alveg eins og með minn sjúkdóm, hann greinist á tveimur, það er til tvær típur af honum í raun og veru. Það er genafræðileg típa og svo er típa sem er að koma í hrúum á Vesturlöndum Já. sem eru, og þar eru konur miklu líklegri til að koma upp með þennan sjúkdóm já, og hann vísar, það eru sömu einkenni, það eru sömu kerfi, það er alltaf sama, já, en hérna það vantar þetta eitthvað HL5 gen eitthvað sem er, og það gen er sem sagt til staðar í þeim sem að fá þetta, flestum sem fá þetta í gegnum það að vera af miðjarðarlöndum. Halló, og krúsitúla. Já, Kristilla, einmitt. þú ert krúsitúla. En hann að, já, hún vill að sér hleypt út úr herberginu, það er málið. En við þurfum líka að fara að hætta því við erum að falla á tíma. En hann að, já, en þetta er mjög algengt. Ég veit að minn sjúkdómur er sko samspil einhverja erfðaþátta og svo að fólk fái mögulega, eða öllum líkindum vírus. Það saði líka við mig Sýkingu. einhvern tímann einhver Sem læknir. að triggerar kemur í raun sjúkdómnum að stað. Það saði við mig einhver læknir. Það er þannig að fólk með gigtarsjúkdóma, það Já. fæðist með tilhneigingu til gigtarsjúkdóma. Já, Þegar kerfið fyrir allt á stað, já, þá er það bara lottir í hvaða gigtarsjúkdóm þú færð. Og ég á 6 systur og þær eru allar með einhver gigtarsjúkdóm. Það eru enginn þeirra með sama gigtarsjúkdóm. nei, einmitt. 5 eða 6 systur, ég man það ekki. Ég er ekki alveg upp með þeim, ég man aldrei Já. hvort við erum 6 saman eða hvort það eru 6 fyrir utan mig. Einmitt. Herðu, en er hérna, að því ég þarf að rjúka líka, Já. þá er eitthvað svona örstutt að lokum, eða viljið þið bara kveðja? bara kveðja það ekki bara og bara gleðilega helgi. Gleðilega helgi og við sjáumst bara vonandi, sko, ég pressar í næstu viku. Vonandi getur hann, Júlíus verið með okkur líka í næstu viku. Já, ég ætla bara að kveðja og vonast til að sjá ykkur í næstu viku. Við sjáum þið bara. Herðu, Og helst betri, jafnpress, ég skal kaupa það, verri vonandi ekki. hafið það gott þangað til. Umleiðis. Takk ykkur áhorfendum áhorfið og við minnum hér á rauðaborðið í kvöld sem á öll virk kvöld og hina Reykjavík inn á milli. Work in progress og fleira. Takk, takk.